Góðan dag gott fólk, þetta er Eði Mystery og í dag ætla ég að tala um íþróttir. Íþróttir er mjög gott fyrir fólk, til dæmis frjálsar, ég æfi frjálsar, ég æfi líka sund, styrktarþjálfun og lyftingar. Ég er menntaður sem styrktarþjálfari og ef eitthvað vantar prógram þá bara sendið á mig því að ég get gert fyrir eitthvað prógram. Ég er mjög gaman að gera. Hvað maður ekki sagt, já, íþróttir er mjög gott fyrir fólk, til að halda sig í formi og líka til að kynnast nýju fólki og vingast við þau. Maður getur eignast marga vini í íþróttum. Íþróttir er líka gott fyrir fólk sem eins og ég sagði að vera í formi, komin til form og líkamlegt og andlegt, sko. Já, það er gott fyrir fólk að hreyfa sig. Ég fer stundum út að labba, aðallega helgar. Það er mjög gaman, sérstaklega ef það er ekki æfing þá fer ég út að labba. Svo er líka mjög gaman að fylgjast með öðrum að keppa sem þeir eru í liði, eða vinur eða ættingi eða bara eitthvað. Þá er mjög gaman og það er mikilvægt að styðja annað fólk. Það er mikilvægt að styðja annað fólk í íþróttum. Ég gera það mest. Ég á systur sem æfir sund og lyftingar og ég er mjög mikið styðja hana í íþróttum. Ég mæti á sundmót eða fyrir með hana að lyfta og það er mjög gaman. Það er alveg lágmark að fólk gerir svona af því þá líður maður þá mun þetta fólk sem þú styðja þig sem er mjög mikilvægt fyrir fólk. Plús, þú getur eitthvað fullt af vinum eins og ég hef búin að nefna og þeir munu vera vinir til eilífðar. Ef langar að komast í íþróttir, það er alltaf best að byrja bara að lyfta lóðum eða mæta frjálsæfingu. Bara spyrja, ef þú þekkir eitthvað sem æfir frjálsar eða sund, þá bara spyrja hvort þú mátt koma að prófa. Það virkar alltaf. Ég byrjaði þannig. Öll komast í form og hérna er reynsla frá vinum mínum sem var í yfirþyngd fyrir 4 árum og hann sagði þannig að hann var náttúrulega í yfirþyngd og að bróður hans benti honum á að koma að lyfta í staðins að vera alltaf upp í sófa og bara óholt. Hann var alltaf bara skyndibita líka hverju einsta degi. Bróður hans fór með hann að lyfta og síðan er ekki hægt að lyfta og það er liðin 4 ár síðan hann gerði þetta, þannig að ég myndi mæla með það þannig, sko, að bróður eða systur eða frændi sem er í íþróttum, bara spyrja hvort það vil koma og gera eitthvað með þér, þá bara gera það. Ekki vera upp í sófa og horfa sjónvarpið og borða eitthvað óhollt og það er skyndibita. Ég er sjaldan að gera það. Ég fann að mér svona einu sinni en það er bara einu sinni. Ég mæli með þessu bara og þið ráðið bara hvað ég geri. Þannig að hugsið málið þegar þið hlusta á þetta gott fólk og látið mér svo vita ef þið viljið vita eitthvað meira. Við erum með styrktarhala, það er hjá Bætefnabúlunni. Þú getur verslað á netinu hjá þeim á bætefnabúlan.is. Ég versla vörur hjá þeim. Vörurinn sem ég nota er EAAS Nano með mango og rosmarínbragði og stundum berry mix bragði. Ég nota líka prótein. Það heitir 100% Pure Whey Protein og er í svona hvítum poka og er með súkkulaði og kókosbragði og mjög gott. Og svo nota ég líka laktósafrían prótein sem heitir 100% Pure Whey Protein sem er laktósafrítt og heitir 100% Pure Protein Whey Protein Zero. Er með súkkulaðibragði, mjög gott. Svo er ég líka með svona orkubita
sem heita Oats bitar, Oats bites held ég að heitir, með bananabragði og súkkulaði, möndlum og rúsínu og súkkulaði og kókosnötur og með svona eplaköku eða svona mango glassúr á. Það er mjög gott og ég nota það og það er mjög gott. Með próteinin er mjög skemmtilegt að þú getur tekið eftir lyftingar eða eftir æfingu og þú getur líka tekið inn á milli svona málar. Ef þú verður svangur þá getur þú fengið stanni sko. Já, það fást hristibrúsar hjá þeim og ef þið viljið fá afslátt og ég með afslátt og þið sendir bara á mig á netfangið themystery.podcast@gmail.com. Ég endurtek netfangið mitt themystery.podcast@gmail.com. Ef þið getur líka ná í sendt á mér PM á Instagram og ég heiti á Instagram themystery. Ég líka á Twitter themystery. Já. Og ég var að setja upp vefsíðu og það heitir themystery.weebly.com. Endilega kíkja á það og mjög skemmtilegt að skoða því þar inni eru öll podcast síður sem eru með alla þættina mín á. Ég ætla ekki að halda ykkur lengur. Ég endurtek, við erum með styrktaraðila, það er bætamannbólan.is og ef þið viljið fá afsláttarkóða þá sendið á mig á netfangið themystery.podcast@gmail.com eða á Instagram themystery eða á Twitter themystery. Vonandi finnst ykkur þetta skemmtilegt og vona að ég heyri frá ykkur eitthvað tíman. Ég ætla ekki að halda ykkur lengur og ég ætla að vona að ég sjá ykkur bara næst. Þetta The Mystery með þennan þátt, þetta sinn. The Mystery, býður heilsa öllum og ég segi bara bye bye.